fyrir hvert síma sem við viljum hafa með í þessu og fara í gegnum allan kóða. Meira að segja ef við breytum logoinu, ef þú fær kreditkortið útvísað frá MP-banka, þá fer sérstakt appinn á símaðinn og ef þú skiptir, við settum þetta app í verification hjá Visa og þeir fóru gegnum einhverja einustu línu á kóða og samþykktu eftir 4 vikur. Svo fengu þeir app með Íslandsbankamerkinu. Þeir þurftu að fara gegnum það aftur, það tók aðra 4 vikur. Og fyrir Arion og fyrir Landsbankann. Þannig að það eru rosa strangar kröfur á þessu hjá Visa. En já, það þarf semst að vera með annarkvort þessara tækja, það mun virka. Markhópurinn eitthvað sem Valitor skilgreindi, þeir vilja fá kreditkort að notendur á aldrinum 24 til 45 ára og eru núna, og ég var nú bara fréttir af því áðan, að þeir eru að keyra út 600 snertilausa posa í umferð. Þeir eru búnir að keyra í gegn þetta pinnið á minnið, búið að skipta út öllum posum út alla búður og þetta er bara spurning softwareuppfærslu að gera megnið af þeim NFC samhæfða. Þannig að infrastruktúrin liggur svolítið vel fyrir. Ég má ekki segja ykkur ennþá hvaða fyrirtæki taka þátt í þessu, en það verða svona stóra keðjur eins og Hagar og fleiri sem að munu taka við þessum greiðslum. Og skráning verður auglýst síðar þegar að þessi TSM-mál verður komin á hreint og ég er bara spenntur að prófa og held ég eftir að virka vel. Ég get sýnt ykkur vídeo af hvernig það virkar. Hérna er ótrúlega há upplýsna vídeo. Þetta er greiðsla sem fer yfir 3.500 krónur, þá þarf að slá PIN-númer. Hann slæðir hann upp að þarna einhverjar í evrum, leggur síman að. Þá slæðir hann PIN-númerið að þetta er yfir 3.500 krónum á síman og leggur þetta aftur að. Og pósinn samþykkir og prentar út kvittun. Þetta, ég fekk ekki lánaðan búnað fyrir fyrirlestun í dag. Þetta sýndi ég þegar ég var að ræða dauðtímisinu og þetta virkar orðið mun hraðar en þetta. Og alla greiðslur fyrir minni en 3.500 krónur, það gerist bara strax. Það er innbyggt í samt kerfið að þú mátt ekki gera það oftar en 10 sinnum í röð án þess að fá í rauninni acknowledge frá Visa tilbaka. Svo ef einhver stelur símaninn og hann getur ekki fara og tekið milljónsinnum út 2.900 krónur. Þetta er bara allt, einhver spurningar? Fleiri? Já. Það færði svona posa og færði hann á 17 niður í bæ. Nei, það er ekki hægt í núverandi setupi af því að viðkomandi þarf að kveikja á greiðslunni í gegnum app. Þetta er góð spurning, ég hef ekki fengið þess áður. Fleiri spurningar? Ein mjög algeng hvað gerist ef ég týni símanum mínum? Þá er það í rauninni bara þannig að þetta er svolítið kaldhæðnislegt, en þú hringir bara í bankainn og eins og týnir kortinu inn í dag og lokar á það. Og þetta er í rauninni betra heldur en ef þú týnir kreditkortinu inn í dag, af því að lokurinn leið og lokunum kemur inn í bankann. Þá senda það í gegnum ORR, gegnum kerfið, lokun sem bara fer inn á SIM-kortið og eyðir gögnum strax. Þessi takmörk sem þú talar þessi 10 skipti undir 3.000 krónur. Já. Þegar svo þau kemur fram, þá getur posan aftur þegar þú dreifir 10 skipti. Nei, hún fer gegnum datakerfi sem að símtækið er tengt. Meðan þú ert innan 3G eða 2G kerfis, þá færðu alltaf staðfestingu frá Valitor. Þetta fer gegnum kerfið Valitor. Þetta eru 3 TSM-ar. Vodafone er með sér TSM, Síminn er með sér TSM og Valitor er með TSM-in sem snýr að öllum bönkunum. Sem þýðir rauninni að Valitor, það sem er Valitor megin, þeirra auðkenning, það er eitthvað sem kemur upp inn á borð við okkur. Við erum hins vegar spenntir fyrir að hafa TSM-ina því að við sjáum ekkert bara hag í þessu með því að tróða einhverjum kreditkortum inn á síma. Við viljum einmitt líka fá, lykla og ég vil fá bíómiða og ég vil fá bara afsláttarkerfi og bara veski, bara hreinlega peninga, ekki bara kreditkort. Þetta er galli, ef ég er með kreditkort í dag, þá get ég ekkert, rétt sinni mínu 5.000 kall. En ef hann er með síma, þá get ég í rauninni tekið síma minn, lagt upp á hans síma, slegin 5.000 þá færist það á milli, eins og ég væri rétt honum pening. Að því leyti er þetta tæknilega betra heldur en kreditkort.
tæknilega verra heldur en að vera með pening. Hvernig heldur þetta að þessu raunum komið á verðna? Það allt tilbúið fyrir pílótinn nema TSM útfærslan. Þannig að þegar hún kemur núna, það ekki vita nákvæmlega hvernig verður, en það verður á næstu 1-2 mánuðum. Þá keyrum við að stað með nokkrum innanhúsmönnum og keyrum svo stað 1000 manna pílótlansið eitt sumar. Og þegar það búið að keyra í 6 mánuði til ár, þá hugsa ég að við tvöföldum kerfið og förum bara live með það. Já. Hitt kreditkortafyrirtæki Borgun, myndi það vera líka í þessu? Nei, þeir væru ekki með í þessu. Þeir yrðu í rauninni þeir þurftu bara að koma sér úr TSM-kerfi og koma sér inn hérna í liðina. Tengjast bönkunum og tengjast okkur og tengjast Nóa. Og þá getur þeir komið með í rauninni mastercard-lausnar inn í þetta líka. Það ekki í dag, nei. En nú bara þessi 2 tæki í þessum pilot. Já. Verið að vinna önnur tæki samhliða? Já, það bara ongoing. Það verður farið leið fyrir á stað, farin að sjá þetta virka. Þá verður bara rúllað inn tækjum eftir því sem við koma, því að flest nýjustu tækin eru að styðja NFC í dag. Bæði Android og Windows Phone 8 styðja þetta, BlackBerry styður þetta, einstaka Symbian símar styðja þetta, iPhone styður þetta ekki því miður, en maður bindur vonum við iPhone 6. Þessi NFC tækni í síman ekki hardware? Hvað segirðu? Þetta ekki hardware, þetta ekki bara stýrikerfismál? Þetta hardware. Triggeringin kemur oft frá stýrikerfinu ef að tækið sjálft þarf að starta samskiptunum. Já, þú þarft að hafa þetta loftnet og NFC controller í síman? Já, þú þarft að vera með NFC controller og NFC loftnet. Og ef eitthvað annað tæki kemur að tala við síman þá þarf það eiginlega ekkert að fara í stýrikerfi, þá bara sér NFC controllerinn það nema sér hreinlega að sækja gögn úr stýrikerfi. En ef síminn sjálfur vill lesa auglýsingu eða skrifa eitthvað niður á einhvern NFC lífmið eða eitthvað þannig, þá kemur það í gegnum host controller interface og lætur NFC controllerinn gera. Þannig að það þarf að vera tengingu stýrikerfi en hún ekki krúsíal í öllum tilfellum. Jú. Allt svona rafrænt afgangsstýrikerfi. Í rauninni, þegar síminn í card emulation mode, þá hann bara að herma eftir, mismunandi stöðlum á svona plastkortum, MyFair eða hvað sem þetta heitir allt saman. Ástæðast með spurningu? Nei. Hvað kostar það ekki? 110, 29, 32, maður ekki alveg. Á eldri RFID-tækjum. Já. Það fyrst og saman við frá þróun sem nátt sér saman RFID. Í rauninni þetta bara nýr angi, Þetta ekki samhæft, þetta keyrir á allt annarri tíðni, þannig að það ekki hægt að vera með hefðbundna RFID-lesara eða eitthvað þannig. RFID meira svona alls konar proprietary prótókollar að tala saman. Einhver að búa til eitthvað, hann þarf að tala eitthvað í 4 metra fjarlægð og þá býr hann til sin eigin samskiptastæl fyrir það. Meðan þetta í rauninni hefur mér þótt að sem ég hef kynst NFC, þá þetta aðalega mest stöðlun. Ný tíðni, svo þetta sé látið í friði og staðla öll samskipti. Þannig að þú getur gengið að vísu að þú getur látið NFC tæki tala eitthvað annað. Gott dæmi eins og þessi hann talaði við Windows Phone 8 síma sín á milli, samt þessi ykkur stýrikerfið og maður sendir á milli myndir og kontaktupplýsingar og vefsíður og bara með að leggja símanu upp á hver öðrum. Samlega öryggismálina. Já. Við erum með svona TSM sem til þess að keyra út af símanum inn á símkerfið og Já. En þið keyrið allt í stýrikerfinu. Já. Hvernig komum við veg fyrir það að sé einhver lesning úr appinu áður en að búið að SSL pakka til TSM-kerfið og annað sendt út. Þegar þú bara með einhverja listenara eða stúlkara inn á stýrikerfinu. Ja, eins og ég skil þetta þá
þá fer TSM-in voðalega sjaldan, hann ekki beinum samskiptum við appið sjálft. Hann í rauninni bara, eins og TSM sem við erum búin að setja upp, hann eingöngu tengdur við SMS gáttina hjá Vodafone, sem sendir þá í rauninni, hvað heitir þetta aftur, secure svona stillingar niður á símtækið, sem að SIM-kortið sjálft, það er applet sem keyrir á SIM-kortinu, með öfgarunum á SIM-kortinu, það sér að setja allar upplýsingar niður í kortið. Ég hef ekki heyrt dæmi það að séu að búa til, lesa eða vinna með upplýsingar sem þurfa að fara gegnum TSM-in. Því haldið algjörlega frá einmitt til þess að koma í veg fyrir þetta, að þú getur sniffað þetta áður með þetta dulkóða. Sko. Já, þetta bara eldgamalt eitthvað SIM toolkit útfærsla sko. Já. Það útfærsluatriði sem að framleiðandi TSM-sins gerði. Það þyrfti ekki að vera þannig. Ég hef séð svoleiðis sem ég finnst í rauninni gáfulegri nálgun að þú slæðir inn PIN-númerið á posann, ekki í símann sjálfan því það fer klárlega í gegnum stýrakerfi. Það slá PIN-númerið þar. Þetta útfærsluatriði, ég veit ekki hvernig staðan að því núna. Þetta nefnilega orðið 10 mánaða gamalt vídeó og þetta var svona algjör prótótýpa. En það kemur líka í veg fyrir að það sé hægt að nota hann sem kreditkort ef að batteríið fer, sem væri hægt fræðilega, þó sé ekki búið útfærað í pilotnum. Það er hægt fræðilega að öðru leyti. Þú séum að fyrir sér að menn vilja koma þess að í hraðbjörgur líka. Já. Eitthvað með þetta að tryggja öryggi betur þar heldur en menn á nú að setja eitthvað tækið til að lesa kort. Já, þeir hafa sett annar hraðbanka framan á hinn. Já. Þú veist, maður sé fyrir sér að það sé að gera líka með eitthvað svona NFC-græði. Eitthvað sem að tryggja þetta? Það sem við fáum náttúrulega með NFC-inu annar kanal. Að því þetta í símtæki sem þýðir, núna förum við í dag, setjum kreditkort inn í hraðbanka, sláum með PIN-númer, öll samskipti við gagnabankana bakvið þetta fari gegnum einhverju infrastruktúr, ATM-struktúr á bönkunum, einn kanal. Þannig að ef einhver þar inn á milli, alveg saman hvort það sé fremst við hraðbankan eða hann búinn að stela einhverjum sviss á leiðinni, þá fær hann þessu upplýsingar. Við erum konum með annan kanal, við auðkennum okkur með NFC síma og svo erum við 3G-kerfið, eða 4G eða 2G. Þannig að það væri hægt að krefjast þess að það kæmi líka staðfesting gegnum það, þannig að man in the middle þyrfti þá allavega að vera á báðum stöðum. Sem myndi gera þetta ennþá hægt en þetta miklu erfiðara. Þú þurftir að hijacka 2 kanalum. Þannig að ég myndi segja að þetta vera meira öryggi, ég sé það útfært rétt. Sko. Hver eru bitaðingar á public og private key sem í kortið? 2048 mm. Það á að duga. En þá tekur þetta nokkur sekúndur yfir að flytja milli NFC það er 400K sekundur. 420 eitthvað, já. Það tekur smá tíma, en ég hef síðan að taka tíma einu sinni, en ég hef voðalega lítið fengið að prófa þetta því að pósarnir voru bara tilbúinir fyrir stuttu, sko. Ég sé ekki hvað þetta er. Fleiri spurningar? Þá ætla ég bara að þakka fyrir mig og segja verið ykkur á góðu.